Já, Hæ, hó, velkomin í tvo loðna. Það er við, ég, Kristbergur, þú, Óskar Heiðar Hansson. nákvæmlega. Ég segi alltaf mitt fulla nafn. Já, Nafnið mitt er fullt, sjáðu til. já, það er bara, en ég segi alltaf nafnum mitt fullt. Nei, þú segir það bara edrús. Ég heiti Kristbergur Ómar Steinarsson. Þarna, já. Og þetta er svo mikið. Þú náttúrulega þarft í rauninu bara að segja þetta eina nafn og ef fólk vil Facebooka þá er það fyrsta sem kemur upp. Já, þú þarf bara að skrifa Kristbergur og þá sérðu bara my beautiful face. Mjög flott nýja prófálmyndin hefði bæða vei. Fannst það ekki? Hún er mjög nett. Já. Þetta er svo stórstjarna. Mamma ákvaði að vera ógeðslega fyndin. Mér fannst það alveg nokkuð gott. Hún setti og hún hún bauð ekkert. Hún sagði að hún hafa ekki munað eftir að hafa verið með Ólaf Darra í sambandi. Já, þannig að hún vildi meina að ég væri svo líkur honum að ég væri sonur hans. Skilur. Já, ég skil, þú ert alveg eins og hann sko. Já, ég er samt líkur honum Jóhannes Hauk leikara. Já, svona samblanda af þeim bara. Já, ég er sonur þeirra. Þú varst líka að leika bæði í Game of Thrones. Já. Og nýju Harry Potter. Já. Fantastic Beast. Já, ég leik Legolas. Já, þar sem ég slátra alla með keðjusög. Já. Nákvæmlega með svona grímu framan í þér. Já, með svona hokkigrímu. En ég var með ofnami fyrir bíflugum. Nákvæmlega. En hvernig var vikaðin? Vika mín er búin að vera mjög fín. Ég keypti Apple TV. Apple TV? Já. Við Ert þú ekki Android-gæi eða? Ég er Android-gæi. Android. Þú ert Android, já. Og við og við fórum við erum með sjónvarpinn í Sveitarbergi. Já. Og við þurftum að viljum tengja við netið. Það virkaði ekkert. Við fórum það virkaði ekki að tengja netið við sjónvarpið út því að þetta sjónvarpið er alltaf gamalt. Já. Og það þarf svona kubb til að tengja við netið. Ég fann svona kubb sem að frænka mín sendi mér. Þakkláttur fyrir það. Og svo tengdi ég kubbinn og hann því miður virkaði ekki. Býtu af hverju, ég skil ekki af hverju tengist það ekki við netið? Það er eitthvað út af þetta er gamalt sjónvarp, þá þarf einhvern kubb til að tengja þráðlaust við netið. Já. En hvernig varstu tengdu fyrir í netið snúru síðast? Já, fyrir náttúrulega, þetta er gamalt sjónvarp sko. Já. Gamla sjónvarp mitt sem var í kjallaranum. Já. Sem allir þekki. Já. Og svo það sjónvarp, já. Þrívita sjónvarpið gamla. Já. Og hvert er það komið? Það er komið í Sveitarbergi núna. Þannig að þið eru ekkert að fara úr herberginu? Nei, þetta er rosa þægilegt sko. Þið bara farið heim upp í rúm. Hver á elda? Bendi bara pizza bara með rúmi. Svo er þið bara liggjandi bara Netflix í gangi. Sko, þú er náttúrulega ekki mig. Ég er með risastórt sjónvarpinn í stofu. Bara strulla heimabíu og allt þetta dót. En þrátt fyrir það var einhvern veginn voða næst bara að leggjast upp í rúm með þetta litla sæta sjónvarp og bara horfa. Og bara horfa. Já. Þú ert bara að horfa alveg hingað til. Já, ég er bara alveg horfinn sko. Alveg horfinn. Einmitt. Já. Það er leiðilegt, ég veit ekki, skemmtilegt Já, bara þannig. Það er bara allt og ekkert sko. Já. Og ég man ekki eftir einhverjum meir þannig að segja sko. Hvernig að vikinu þér? Ég er búin að skjálfa alveg í drep. Já. Það er bara skjáltar og læti. Jarðskjálfti? Já. Já, þú meina, ekkert stress? Ekkert stress, ég er ekki þannig skjálta sko. Nei. Það er búið að vera heima mér. Við fórum norður á Hólmavík helgina og svo komum við tilbaka. Ég er þetta að fóra á okkur svona kallaveislu þar sem ég smakkaði fíl fíl, þetta er múkki eða nokkuð máfur. Já. Ekki fíl. Nei, ekki þannig fíl, nei. Ekki svoleiðis. Fuglinn heitir fíl með össulunni í. Já, það? Já. Ó, vá, lífið mitt var að breyta svona. Og fíllinn, það er sko með í. Venjulega, já. Ó, ég vissi þetta ekki, ég held að það væri bara alveg eins. Og ég var að smakka það í fyrsta skipti og það var ágætt, það var lífsreynsla. Hvernig myndir þú lýsa þessu? Hann var búinn að liggja í saltlegi í alveg nokkra mánuði. Það var svona saltkjöt.
Já, ok, ekki jerky. Nei, þetta var ekki þurrkað kjöt, þetta var bara eins og saltkjöt. Ok. Bara mjög fínt og þetta bara bráðnaði upp í því. Alveg. Og það var svona, hvað, saltkjöts bragð eitthvað? Já, þetta var bara, svo settum við þetta á grilli líka og þá var það aðeins minna saltað. Hitt var bara eins og tókst bara saltbúnd og Nice. og það var bara en hitt var meira svona minna salt, þannig við þurftum að láta örgulega í afvötnunni eitthvað ég eldaði þetta ekki sko. Nei, Ég borðaði þetta bara. Já, ég skilji. Akkur enginn pælti ég að grilla saltkjöt? Það er örgulega, einhver hefur pælt í því, örgulega búið að gera það einhver. Það er örgulega bara, kannski er það hnossgæti. Kannski er það hnossgæti. Já. Og svo komum við heim á sunnudeginum og einmitt. Þá fundum við alveg skjálta, alveg 5 skjálta. Vorum bara að horfa á Netflix eða eitthvað, svo bara skjálti. Vorum bara að telja. Alveg henni? Já. Þetta er alveg búið að vera magnáð. Ég er bara búin að finna 1 jarðskjálfta. Já. Bara síðan þetta byrjaði. Já. Og það var þegar vörubíllinn keyrði framhjá. Já, nákvæmlega. Það var í Kópavogi, þá, hjá tengdamömmu, þá fundum við smá skjálfta. Ok. Það var klukkan 7 held ég á laugardaginn, það var svolítið stór. Já. En eins og ég segi, maður er bara ekki búin að finna neitt sko. Nei. Kannski er bara orðin svona feitur. Já, þú ert meira jarðtengdur núna. Já. Þú ert bumban dregur þig nær jörðinni. Algjörlega. Og þú gerir þig jarðtengdari. Ég er einn með jörðinni sko. En venjulega þá kíkjum við í talhólfið núna, ekki nema og hefur eitthvað meira að segja. Ég hef ekkert meira að segja sko. En það er bara engin skilaboð í þessari viku. Nei. Þannig að góðan daginn, verið velkomin í 2 loðina og við ætlum að kynna hér talhólfið. Talhólfið er tækifæri fyrir þig til að tala við okkur og skilja eftir skilaboð. Skilaboðin hlustum við á, spilum í þættinum og tölum það. Þú getur verið með spurningar, eitthvað, fyndin orð, eitthvað og svo munum við eflaust kynna til leiks. Hvað ætlum við að kynna til leiks? Ætlum við ekki að segja eitthvað. Já, þetta nýja. Já, þetta nýja. Við erum svolítið nýtt. Já, svo ætlum við að kynna til leiks. Hvernig hefur við að kalla það? Vertu með. Já, ég sko bara, þetta er náttúrulega, við erum bara að fara að segja topic næsta þáttar. Já. Það heitir ekkert sérstaklega. Við bara í endan á þættinum segjum við ætlum að tala í næsta þætti bla 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 og hringdu bara í númerið okkar. Algjörlega. Þannig það heitir ekkert sérstaklega. Ef við ekki bara hafa það codename, þú veist núna, bara codename vertu með. Nei. Og svo, þú veist, finnum við út úr þessu bara í næstu viku. Ok. Og við ætlum að kynna til leiks Var það ekki vertu með? Jú. Akkur þetta sem að fara komdi? Nei, maður langar bara að vera með sko codename vertu með. Já, ok, byrjum aftur. Og kynnum til leiks codename vertu með. Og þá farið tækifæri til að vera með í umræðu efninu og við munum pæli því sem þú segir og eitthvað. Ræða þess á milli og... Já. 792-20-25 skildu eftir skilaboð og við munum hlusta. Þú ert rosalega góður í svona auglýsingar, svona viðræðum. Ég veit það. Þú ætti bara að fá vinnu hjá RÚV. Sko á tímabili átti ég bara lista af lyftutónlist. Já, er það? Já, það er bara mitt áhugamál, lyftutónlist. Og talandi lyftutónlist. Já. Hefur einhvern tíðan heyrt lyftutónlist í lyftu? Nei, aldrei. Maður hefur farið í marga lyftur í mæfuna og... Ég fer bara upp og niður og engin tónlist. Í best áallega hef ég heyrt svona You are on level 4. Já. Thank you, eitthvað. Einhver falleg svona breskrödd sem að kemur. Já. Ding dong. Ding dong. Ég hef aldrei lent í neinni lyftutónlist. En þetta er svo þægileg tónlist. Þetta er líka svona... Þetta er svona mól tónlist, skilurðu? Getur virkað sem sjoppu tónlist, sko. Já, nákvæmlega. En að því að þú verður ekkert að hlusta á lagið, þú vart bara... En já, ég endreið mæli með að þringi tala okkur og skilja til skilaboð. Það er bara gaman og gaman fyrir okkur að hlusta og interakta við ykkur. Þetta er eitt miðill til þess að gera það. Algjörlega. Og þú veist, gaman... ef að þið getið verið með í tópikunum hér eftir. Já, og endilega við munum þá í, sko, ég hlusta á allt fyrir þáttinn og raða á skipulag. Já. Þannig að þá get ég sortir að svona fyrirpartinu er bara þið að gera eitthvað cool
eins og segja ykkur sögu daginn og veginn eða að þið sáðu eitthvað fyndið eða eitthvað svoleiðis og svo getur farið í toppikið þá getur við farið í meira nákvæmlega í þá áttina þannig að já, endilega skiljið skilabóð en við erum ekki komnir hingað til að tala um það Nei, ekki í dag Hvað erum við að fara að tala um, Óskar? Nú erum við að fara í svolítið svona viðkvæmt málefni Já og þetta verður kannski ekki eins skemmtilegt eins og hefur verið Nei Þannig bara brace yourselves Jú, þetta verður alveg skemmtilegt Ég er ekkert að fara að tala um eitthvað leiðilegt Ekki? Nei, ert þú að fara eitthvað djúft eða eitthvað? Ert þú að fara þegar ég var 5 ára þá sá ég stein Hann snerti mig á ákveðnum stöðum Steinnin? Já. Hvernig? Kastaði bara einhver stein í mig Beint í bringula Ég aldrei fyrirgefa þessum stein Nei. En já Hvað, að ég gera eitthvað? Nei, bara galdrar Já Við ætlum í dag að tala um Trú Bara trú eða Já, trú, ekki bara trúarfélög Þetta var svona trúin Já, bara að trúa Já, trúir þú á álfasögur? Já Ég fór að hugsa þetta Trú er svolítið hættulegt Það getur verið það Já, þetta er dangerous að trúa þetta er eiginlega bara flökkusögur Já Þetta er bara ég sá hérna UFO Ég trúi á geimverur en ég hef ekki séð neina konkrét sönnun geimverur þetta er bara eitthvað sem ég trúi á Já, algjörlega Það því að ég tel þetta að vera rétt Og ég meina, það er umræðafni fyrir annan þátt að tala um geimverur Já, það er Ég meina, mér finnst ég hafa talað um þetta áður en mér finnst bara ekki geta verið að við séum eini í heiminum Nei bara... Við höfum til dæmis Guð og Jesú og englana Já, og Allah og Ra og Óðinn og Þór og Já frænda minn Frændaðinn, er hann til? Já, ótrúlega satt En þetta er bara, maður þarf að trúa Já Skilur, að trúa þér eins og þegar þú ert að ljúga mér Já, með 12 kæristöður og Já, nákvæmlega Þá trúður ekki á mig Nei, ég trúði ekki alveg á þig þá var ég bara, nei, veistu, ég trúi þér ekki Þetta er einhver shady strák En ef þú hefur komið með, bara konkrét sannanir bara bara alveg fullt af lista bara samtalið okkar milli mín og allra kærasta minna Já þá er ég bara, Óskar, you're a player eða eitthvað svona Nákvæmlega og verið gett öfundsjúkur eða eitthvað, ég veit það ekki Þetta hefði örgulega verið erfið vinna þetta var full time job að halda þessum 12 kæristum maður myndi ekki sofa sko þú gætir ekki sofið þá er ekki að meina eitthvað sexy því að ég kann ekki á þannig Nei. Ég er að meina bara að tala sko. og var ég bara með 12 glugga að opna já, ég bara fór í hérna partí og og næstu glugga fór í hérna partí nei, þú varst að spyrja hvað ég var ekki í gær alltaf rugglast og senda óvart á vittlausa og svoleiðis algjört vesen sko. en já, trúir þú, Óskar fórum hana á álfa og huldufólk? Nei, ég get ekki sagt það sko. Nei. En þú? Já, ég held það. Mér finnst það að vera spooky shit sko. Ertu það að meina íslensku álfarnir og tröllin og þetta? Reynda tröll? Trúir á tröll? Ekki beint, en maður hefur alveg lappað í svona einhverjum fjallum og eitthvað og þetta fjallin svo sé svona manneskja. Já, það er pínu funky sko. Maður sér sem svona human shape á þú veist, alls konar dóti. Já, en tröll, skilur, þetta er ég trú ekki, huldufólk það býr bara í annari dimension. Já, meina það? Já. Það er alveg góð pæling. Og er að ræna fólki af okkar dimensioni. Ég kann ekki að segja á íslensku. Íslensku? Já, ég meina okkur ekki skilur þú veist. Já, í okkar í vitt. Ég meina, sem ég sá náttúrulega í Eurovision myndinni. Þá drápuð er vondakallinn. Nákvæmlega. Spoiler fyrir Þú ert að segja spoiler á undan. Spoiler alert. All leið, ég trú ekki að spoiler. Já. Nefn að sé á bíl. Button push. Nei. Ég skal fara bara. Já, þetta var gott.
Já, þetta var tækið að tól til þess að nota á börn til að koma í veg fyrir að fari langt í burtu af heimilum. Já. Bara að passa þig á þessu og fólkinu, huldufólkinu og svoleiðis. Já. Þannig bara, já, ok, þannig má ekki fara þangað. Passa á steinunum þarna, því að í rauninni ef við passir á steinunum, svo þau meiðir sig ekki. Já. En þau bara, ég ekkert að meiða mig, en passaði á fólkinu sem býr í steinunum. Það bara býr fólk í steinunum. Maður trúði alveg sem krakki, sko. Maður trúði öllu sem krakki. Já. Eins og tannalurinn. Já. Þú veist, ég trúði því alveg legit, sko. Hvernig fattar þú að tannalur var ekki til? Nei, Jú. við erum kannski að fara á hættulegt svæði. Þetta nákvæmlega sem ég var að tala ég held bara bókslega að mamma og pappi hafa sagt mig frá því bara og ég var bara svona en ég man þú veist fyrst eitthvað, maður bara seti tönnun undir kottan, vakna daginn eftir 1000 kall bara wow. Já, en auðvitað það er allt í góð að trúa á tannhólfin, skilur. Já. Það er bara flott og trúa. Og ef að einhver trúir ennþá að alltaf jólasveinninn er til, við töluðum við hann er til. Já. En þú veist, ef að fólk er ennþá að pæla í honum, það er bara flott líka, sko. Það er bara frábært. Ja. En ef við förum frá þessu og förum í bara kafaðan stýbra í belief. I believe. Eins og bara kristintrú. Já, akkurat. Þú ert í þjóðkirkjunni, eða ekki? Ég er í henni, já. Ég líka, ég er í þjóðkirkjunni. Þú ert ekki búin að skráða út eða eitthvað? Nei, ég er ekki búin að skráða mig úr henni. Nei, ekki heldur. Ég sá einhvern leiðbyrði hvernig það gera og ég bara, ég nefnst ekki. Og eflaust, ég veit rauninni ekkert mikið um það. Ég kynnti mér þetta aldrei almennilega á sínum tíma. Nei, maður bara fór í fermingafræðslu og það var svo sem alveg stemming. Já, það voru allir að fara að þetta, það voru allir að gera þetta. Ná, ég bara vildi vera með. Það var bara allir í fermingafræðslu og allir að fermast og ég bara vildi vera með. Nákvæmlega. Þannig að ég bara, já. Ég hef hvað guður mínir. Manstu þarna Boðorinn? Nei, þarna. Já, Boðorinn 10. Nei, þarna sem maður átt að segja. Já, þú ættir að fara með eitt boðhorf. Þú ættir að fara með eitt í ferming og svo kemur bara allir standa eitthvað bara, já, ekki vera vondur kall, ekki vera vondur. Allir bara, og svo næsti, ekki vertu góður kall, vertu góður. Allir bara, og þetta er svona, þetta er alveg gott og þetta er takið til okkar og þetta er góð boðorð og góð orð. Algjörlega, sko. Þú átt að vera góður, Óskar. Já. Átt ekki að vera að sofa hjá nágranna konum og svoleiðis. Nei. Það held eitthvað bóðar var þannig. Já. Þú skalt ekki dríja hór. Nákvæmlega. Já, sko ég góður í þessu. Þú bara kannt þetta. Kann þetta utan að. Já, vá, bara mannst þetta alla þína efi. Já. Algjörlega, sko. Og við erum svona nokkuð automatic, allan ég var skýrður. Já, ég líka. Núna er oft mikið bara nafnaveislur og leyfa krökkunum svo að ákveða sjálfur. Jaha. Já. Bara krakkarnir með að velja hvað það heita? Nei. Það eru nafnaveislur og svo er það bara skráð, bara Pétur. Og svo þegar hann er komin lengra þá hann eldri, þá fær hann að mynda sér skoðun á trú, hvort hann vilji vera kristin trúaður eða Buddha eða Circle of Fire eða Ságei. Já, ég sá það var eitthvað trú sem ég sá, Circle of Fire. Það er ekki bara djöfladýrkun eða? Nei, þetta var kristin trú, eða nokkuð bara annar söfnur. Það er alltaf eitthvað sem heitir Dante's Inferno. Já. Sem er einhver túlkun á helviti. Já. Svo var náttúrulega spagetti skrimsli. Akkurat. Það sprakk svolítið. Það fór allir að trúa það. Þú veist, fólk var bara eitthvað á miðaldrum bara, þú veist, vá, spagetti skrimsli er bara mega næskur. Já. Við skulum búið til trúur því. Já. Þannig að þetta var líka bara, sko, ég held að trú hafi verið rosalega mikið að svara spurningum sem enginn hafi svör við. Já, basically. Bara hvernig kom þessi sól? Hvernig var hún til? Býtu, Guð skapaði sólina. Allir bara, wow. Það meikar sens.
já, það passar. Já. Betur af hverju hérna fullt af engisbrettum hérna skoppandi og hoppandi hérna. Guð að refsa okkur. Af hverju? Bara hvað gerður þú ger? Æ, slæma hluti ég ger. Nákvæmlega, vondi kall. Og þannig hefur þetta bara þróast. Já. Og svo bara einhver gæi, bara tekið upp bókina, skrifað. Það er bara einhverja svona sögur af hinum og þessum og satnaði saman og búið til trú. Já. Og svo til kaþólsk trú og svo kristin trú og svo gyðingar og lúþersk trú, við erum lúþersk eitthvað. Er það ekki í gamla daga eitthvað dæmi? Nei, ég held að við erum eitthvað í lúþersku kirkjunni. Nei, kaþólsku? Kaþólska, það voru kaþólikar hérna. Já. Við vorum í kaþólski kirkju. Já. Svo kom einhver siðaskipti og við bara breytumst yfir bara, þetta meikar ekki sens lengur. Já. Þessi saga er betri. Gamla testamentið og það nýja, sko. Já. En ég er ekki alveg nógu fróður um þetta en við erum ekki að tala almennilega um þetta. Við erum ekki þetta er ekki vandamál sem þarf að leysa. Nei. En það eru leysingar vandamál leysingar yes. En trú er bara skemmtilegt og gott. Já. Það er gott að trúa. Ég held að sé gott að trúa og gerir lífið svona aðeins áhugaverðara. Örugglega bara bærilegra. Já, líka það, því sko ef ég bara tala um mig persónulega, ég er eiginlega bara býðum og sjáum hvað gerist, svona kind of gay, sko. Já. Og svo er þetta bara komið til himnaríkis, Óskar, og það er Likla Pétur. Já. Hann bara, jæja, Óskar, svo hann verður svona, byrjuð fyrir ekki. Það er spennandi. Velkomin, Óskar minn, í himnaríki. Wow. Já, Óskar. Hérna, ég sé á listanum mínum að þú hefur ekki trúið á Guð. Jú, ég gerði það alveg. Þú gerðir það? Já. En af hverju varstu með þessa efasemdir þegar þú varst 14 ára, þegar þú varst að fermast? Ég bara veit það ekki. Ég fór að bara kafa djúpt og þá fannst mér en þú trúðir ekki nú, þú fórst aldrei í kirkju og sunnudu? Nei. Fórst aldrei í messu? Ég fór í messu jólin. Já. En kannski, rökræðir fyrir utan hliði bara heilengi. Já, þannig að það væri hægt að við vitum það ekki náttúrulega. Það er náttúrulega málið. Sko, ég er náttúrulega pælt í þessu svo mikið upp á síkastiði, þú veist. Við veitum ekkert hvað gerist þegar við deyjum, sko. Nei, ámar að taka sjensinn að trúa á þessa trú og svo ertu alltaf komin við breyttist í orma því að þú trúðir á okkur alltaf aðra trú. Orma hvað, er það ekki bút, ég veit ekki hvað sé búta, ég held sé Íslam eitthvað, það er önnur trú. Og ég hef alveg keypt það svolítið, veist. Ég get alveg trúað því að maður deyr fæðist sem einhver annar eða eitthvað annað. Já. Og sko ef ég fengi þá heilu óska að fá að velja þá væri ég voðalega mikið til í að vera köttur. Já. En þar sem að þú trúðir á Jesú Krist og Guð og þannig. Já. Og skráður bara þar, samkvæmt blöðum, þá eru kallanir í hinni trúnni bara það, Óskar, þú bara ekki trúa þú bara ekki trúa okkar. Þeir eru greinilega þú bara ekki trúa okkar og þú bara ormur. Já, ég er bara ormur. Það skar hann að vera skítafluga. Já, ég held að skítaflugur er alltaf í bara lukkupottinum. Já, ef maður er skítafluga þá náttúrulega þá ertu bara, þú vilt bara, þetta er bara gullið, sko. Já. Sækist hann í gullið. Þetta er rosalega pæling, sko. Já. En já, ég það var alveg tímabil sem ég trúði ekki og akkurat í dag, ég var að segja, ég er allt múlig mann bara. Já, þú bara safnar aður upplýsingum hinga og þanga og býr til Óskars trú. Þannig þú veist, öll liðin er opin hjá mér. Já. Ef ég fengi að velja aftur það, þá náttúrulega væri ég til í að vakna í Valhöll. Já. Það er stemming, sko. Stemming. Bara mjöður og berjast og repeat. Og repeat, já. Frýr bjór, alltaf á krana. Nákvæmlega. Alltaf úr heiðrúnu. Já, beljunni hana. Nei, það er kind. Já, eða geit. Geit, já. Geit, já. Það er geggjað, sko. Það er alveg cool. Já, ég var mega sáttur, sko. Ég skil alveg af hverju fólk trúir á trú. Já. Það er alltaf eitthvað svona, alltaf svona gulrót í endanum. Það er alltaf eitthvað geðvikt. Já. Bara þegar þú deyrð, þá ferðu í Valhöll
það er stanslaust partí basically. Og svo ef þú deyrð þá bara ertu komin inn í himnaríki þar sem allt er svo þægilegt. Já. Og þetta er bara svo sölumenn að selja þér eitthvað. Já, prestar eru bara svona sölumenn dauðans. Næstum því. Ég held að sko, guðfræði er búið að breytast alveg rosalega mikið. Já. Þeir voru sölumenn dauðans nánast, eða sölumenn himnaríkis. Já. Núna er þetta svo mikið sálar þjónusta. Já. Þeir aðstoða þig alveg að þú missir nákomin eða eitthvað, þú getur alltaf að leita til þeirra. Já. Þeir eru bara rauninni, þeir læra rosa mikla sálfræði. Já. Þeir eru bara ódýrir sálfræðingar. Í rauninni. Ef þú heitir á góðan prest og hann getur aðstofað mjög mikið og það er alveg gott. Já, algjörlega sko. En auðvitað og þeir aðstofa alla og er með svona gott siðfræði. Já, nákvæmlega. Já. En trú bara yfir höfuð er bara rosalega mikið eins og að vera að selja manni eitthvað. Já, ég meina þú veist, ég verð mikið meira til að fara einhvert heldur en bara slögt sko, en á sama tíma ef að maður deyr og ekkert gerist þá í rauninni skiptir ekki máli út að maður vonandi veit ekki að því. Það er mjög glatt að deyja og vita á því og bara hanga í þessari kistu bara það sem þetta er. Bara það sem að líka minn slöknar en þú ert ennþá þarna. Já, og þú bara, þetta er bara svona. Þannig að þú vilt taka svolítið upp þráðin eins og Weekend at Bernie's. Já. Er það ekki bíómynd þar sem þau drógu lík út allt til að partía eða djamma eða eitthvað? Já, rámar eitthvað í þetta. Hef ekki séð hana. Nei, ekki heldur. En það hef vitnað oft í hana í öðrum bíómyndum. Já, þetta er rosalega mikil gulrót alltaf að fanga mann bara, ef þú ert í okkar liði, þá færðu hérna frían bjór og krana úr geitir okkar hjá okkur. En hjá okkur þá ert að ná nýjum hæðum og hittir alla vini þína. Já, djam, vinir, ég bara veit það ekki. En vinirnir náttúrulega eflaust væri líka hinum einn. Nefnum að þetta sé bara að þú trúir þessu, þú fer þangað, þessi trúir þessu, hann fer þangað. Já. Það var svolítið vesen sko. Það var svolítið vesen. Og það er ekki svona símasamband. Já, getur ekki hringt á milli. Bara, Sigurður, ertu hann hinum megin? Því miður er viðkomandi utan þjónustusvæðis. Ég reyni eftir síðar. Já. Vonandi. En, já, ég bara veit það ekki. En ég ætla að spyrja þig, þú veist, trúir þú á eitthvað? Ertu trúaður eða ertu líka bara allt múlíka mann? Ég trúa sé eitthvað. Já. Veit ekki hvað það er. Þetta er bara, maður myndar sér alltaf skoðun. Og maður verður fyrir einhverju eða eitthvað kemur fyrir þá er svo auðvelt að detta inn á trúna. Já. Og ég trú alveg að sé eitthvað hana. Ég veit ekki hvort það sé Guð, hvort það sé Þór eða Búdda eða eitthvað. Ef maður færi til Búdda væri maður þá bara alltaf að jóka eða? Ekki hugmynd. Ég bara ekki við hugmynd um það. Nei. En þannig að ég hugsa með mér, það er bara, ég er hér á jörðinni til að gera eitthvað ákveð. Bara ég þarf upp ég hugsa með alltaf að ég fæ bara svona mission. Kristbjörgur, nú ferði jörðarinnar að þú uppfylla þessar kröfur hérna og þetta er það sem þú fara að gera þegar þú ert búin að þessu öllu þá bara máttu koma til okkur að fá nýtt verkefni. Þannig hugsa ég þetta einhvern veginn. Bara þú basically byrjar á nýtt. Já, og bara setna. Þú ert bara, og svo kannski er þetta þannig að ég trúi því líka á tímabili að þú ert bara sál, þú ert bara maður getur alltaf farið í þýlt conspiracy theories. Algjörlega. Maður getur kafað bara rosalega djúpt og verið bara, ok, við erum í simulation, við erum bara í svona einhverjum hermi. Það er alveg málið. Og þú ert að uppfylla, þú ert bara safnaðir bara reynslustigum, bara reynslu og þar til þú ert komið allar þær reynslu sem þú getur aflaðir. Já. Þá ertu bara búinn með leikinn, já. Já, ég hef oft pælt í þessu að við værum bara í simulation, þú veist. Elon Musk talaði aldrei um þetta að það væri svona margar simulationir í gangi og einhvern tímann munum við mannkyn geta búið til svona simulation. Þannig hver er að segja að við sem ekki bara í simulation nummer 5? Já. Í röðinni, skilur við. Já. Og svo þegar þú supposedly deyr, þá kemur bara einhver rífur aðeins og hjálm og svo bara, jæja, hvernig fannst þér? Já. Var þetta gaman eða?
Já. og ég bara svona, svona til svona 25 ára. Þetta var besta VR sem ég hef farið í, maður. Þetta var geðvikt. Segja myndi ég segja bara, má ég fara í Gene Simmons hermi núna? Já, nákvæmlega. En já, ég hef alveg hugsað þetta þannig. Já. Allan með hermi og svoleiðis og bara farið þangað. Það er rauninni ekkert hægt að segja að það sé ekki þannig. Nákvæmlega, það er bara, annarkvort trúir þessu eða trúir þessu ekki. Já. Við höfum engar sannanir hérna. Það er, Sorry, það er ein sönnun. Já, ok. Þegar þú býtur í tunguna það er bara glitch. Ha? Ef þú býtur í tunguna það er bara glitch í systeminu. Þú ert bara eitthvað að gera eitthvað, svo allt í hennu bara býtur. Já, það er bara því tungan þvælist fyrir þér. Nei, þú býtur bara óvart í tunguna þér. Það er glitch í kerfinu, sko. Ert þú einhvern veginn bara labbandi bara Hefur aldrei hvað er í gangi maður? Ertu eitthvað að því eða? Þetta hljóð er ægir. Bara ég þóla ekki það kemur glitch í kerfi maður. Hætti neðalega, hvernig kemur nýja update maður? Vá, hvað er þreytur maður. Nei, ég trúi því ekki. Hefur aldrei bitið bara Jú, óvart í tunguna? Ég hef bitið óvart í tunguna mína. Já, bara út af engu? Já, út af engu, en það er ekki... Það glitch í systeminu? Nei, það er bara því að tungan þvælist eða bara náða á kunnum slaka og þú ákveður að gera eitthvað, ég veit það ekki. Já. Nei, ég er ekki samanlega því. En ég ætla að fara aftur á spurningunina trúna. Aftur, já. Já, á hvort ég trúi eitthvað. Ég var á tímabili eftir að ég fermdist. Þá var ég virkilega mikið að pæla að fara í ásatrú. Já, ég man eitthvað eftir því. Já, ég var bara hársbreidd frá því að skrá mig í ásatrúarfélagið. Já. Og það hefði verið svolítið sérstætt að fara í allt annað umhverfi. Já. Í trúfélag og svoleiðis. Maður er svo vanur að lega heila og verið bara handari og eitthvað svona og allir bara þessu skýrður í Pétur og allir bara, vá, amen, en ég liti ekki verða því og ég er ennþá í þjóðkirkjunni. Já, ég meina mér finnst að allar trúr eigi bara að vera þú veist, gildar og bara allir sáttir og allt töff. Já. Og mér finnst allar trúr meira meina töff, sko. Já, það er engin trú sem er bara ömuleg. Þú veist, það er margir sem eru bara, þú veist, það er bara Guð og Jesú og allt annað er bara kjaftaði. Já, þú veist. Það er auðvitað, það er leifilegt fyrir alla að trúa á hvað sem þau vilja trúa á. Finnst mér. Já. Þannig að ef þú vilt trúa á heilugu geitina Jósefínu, sem bara er geðveitt góð. Já. Og með góðan boðskap. Mjólkurbjór. Já, og þá bara gerur það. Algjörlega, ég menn, akkur ekki. Síðan er sann svo skrítið, mér finnst alltaf að vera mesta sönnunin fyrir ásatrúnni. Akkur. Eða sem svo að talaði með að það er þrumuveður, þá er Þóra smíða hamar eða eitthvað. Já. Og þú veist, þegar maður sé 2 hrafna, þá á það að vera Óðinn að fylgjast með fólki. Já. Og ég sé oft 2 hrafna. Já, en fljúga saman. Það er bara, þeir eru bara þannig, þeir para sig og eru alltaf 2, svo er á einu svona 2 ári, þá er hrafnaþing. Þá hittast þeir saman, þeir hittast saman og spjalla og skipta sér á bæi. Já. Og þeir skipta sér alltaf 2 í saman liði. Já. Nótjók. Og þetta hefur örugglega verið einhver dúddi, bara, af hverju er hérna hrafnarnir alltaf 2 fljúgandi saman? Já, þetta er hérna Óðinn. Óðinn er að fylgjast með þér. Hættu að snerta þig. Tjöfull. Ok. Ja. Það var komið með svör fyrir öllu bara tengt í trúna. Já. Held ég. Algjörlega. Ég veit ekki. Þetta er samt alltaf sömu hrafnarnir sem ég sé, sko. Já, er það. Þú bara, hugjónum munin bara frá því ég var barn. Nákvæmlega. Alltaf sömu. Þeir eru búin að elta því allenga ævi. Já. Ég labbaði upp á Dímon daginn og þá voru þið báður að fylgjast með. Þá var Óðinn bara að geða stoltur af mér, bara flottur Óskar að fara upp á Dímon. Já. Og þrumuður akkur þetta Þóra að vera að smíða hamar, hann á hamar. Hann er kannski að safna. Já, þetta er velkomin í safni mitt hérna. Mjölnarsafni. En það er Mjölnir 2.0, hann er með svona S-i. Superman S-i. Já, en maður hefur ekkit, ég hef aldrei séð kraftaverk. Ég hef aldrei
séð neitt eitthvað bara, vá, ég var að trúa þetta. Já. Nei. Þetta bara píramítasvindl. Algjörlega. Samt ekki, það einhver ákvæmna sannir að Jesú var til fyrir 2000 Fyrir 2000 árum. Eflaust. Það ekki? Eða það ekki skráði einhverja bara legit sögubækur, en þú veist, byrstu frá trúnni, þú veist, var þetta ekki bara geggja næskur og allir voru bara, wow, búin til trúur þessu. Já, þetta var bara geðvegt fýtt gæi. Hann var bara geðvegt góður gæi. Og greinilega á þessum tíma voru ekki droslega mikið að góðum guðurum. Hann var mjög góður bara fake it till you make it, ef þetta væri, segjum þetta væri ekki satt. Já. Þú veist, hann breytti vatni í vín, maður. Nákvæmlega. Hann var bara, strákar, ég fann vín, hérna. Það er bara, what? Allir blind fullir hérna. Og hann bara, Jesú bara fann vín. Og svo breyttist sagan eins og það farið í kvísluleik. Já. Sagan breyttist og svo hættir að hlusta á hann og hann bara breytti hérna vatni í vín. Nei, í alvöru. Vá, magnað. Já, magnað. Hann gerði þetta bara, breytti bara vatninu í vín. Síðan líka tala hann þegar hann labba á vatninu. Já. Þá átti hann að vera labbandi á hann, hvað heitir það, dauðahafið eða eitthvað? Já, saltkristallar hafa myndast og mynda svona klaka basically, eða þú veist, það er einhver sjór einhver staðar sem bara ógeðslega mikið salt í honum, þannig þú getur bókslega bara labbað nokkurn veginn, já, hann er bara potið verið bara búin að breyta á mikið vatni í vín og bara, hei strák, sjá mig ég er hérna, ón á vatninu þegar þú bara, Jesú, þú er svo klikkaður hann bara, síðan labbaði yfir vatni bara, strákar, ég er komin heiminn og gæti hann ekki gert eitthvað brauð eða eitthvað, ég man ekki hvað það var ekki eitthvað brauð og fiskur eitthvað droppað á himnum eða eitthvað jú, cheat code svo gaf hann blindum hann í sjón og sjó að draka og veist, hann hefur pottit bara rekist í hausin á honum hann bara, einhverju vírar hafa smallið saman og hann bara, ég sé og ég svo bara, ei, strákar, ég lagaði dúddan hann sér og hann bara svo stuttið setna eflust rakst hann í hausin aftur eitthvað og bara misti sjónun aftur mjög leiðilegt og fólk eitthvað safnast saman til Jesú og bara getur að laga mig og hann er bara verið virkilega hepp bara allan tíma bara verið bara, ég er bara ógeðslega hepp en síðan vorum við í vinnun að tala eitt í dag þegar hann fættist þá komu þú veist María May og vitringarnir nákvæmlega og þú veist Jósef svo ekkert hjá henni nei, hann hefur bara mesta bara svona simp mesta bara, simp í heimi ég er ólétt Jósef en við höfum ekki, nei, ég er bara ólétt Jósef ok, og hver er pappin eða? Guð já, nákvæmlega Guð, já ok, allt í lagi við þurfum að fara hérna í Betlehem en það var að sparka okkur hérna út úr Nasaret, ég veit það ekki ég er að nefna bara eitthvað þeir eru nokkur neðir og hérna þau bara rúla þar og svo er eitthvað bara voru búin að heyra Guð gerði hann óletta en svo náttúrulega komst að því að náttúrulega vitringarnir 3 koma og þeir bara partíðust bara. Það var bara eitthvað skemmtilegt á undan sko en síðan er sko minn stapinu fyndið fyrsti gæinn kemur og gefur Jesú gull og þú veist gull það er bara, ímyndaður svona gold bar bara svona nýþungt og bara mikill peningur svo kemur næsti gæi með reykjelsi hvað myndið þú gera? Hvað ég myndi við reykjelsi? eða þú veist, þú voruð búin að fá bara geggjaða gjöf gull bara, ímyndaður bara að þú hefði fengið 10 milljarða bara allt í einu frá einhvern gæja svo kemur næsti gæi bara með reykjelsi ég myndi bara að vera þakkláttur fyrir það kannski áttan ekkert efna á öðru reykjelsi var kannski dýrmætt á þessum tíma ég veit það ekki það er svo vond lykt að því nei, það er til alveg mismundi reykjelsi Óskar. já, bara minnst þau frekar eru öll reykjelsi bara vond já, minnst það ekki droslega gott sko en síðan hefur prófað allt en þriði, nei, örgulega ekki nefnilega ekki en sko þriði gæinn kemur síðan með mirru og ég googlaði í dag hvað mirra er hvað er mirra? það er einhvers konar rót úr tré eitthvað svona til að gera te eða eitthvað já, eða hvað eitthvað svo leiðis, ég er hann búin að gleyma þessu áttur bara eitthvað sleipilegt blabbiti blú úr tré í Eðmörk þannig hann hefur bara, ég er ekki með neitt og bara, hei, þannig er tré pottið verið allir að flakka saman bara verið að rúlla hérna veginn og
bara eittur eitthvað að byrja bara, strákar, hvað ætlið þið að gefa Jesú í gjöf hérna þegar hann fæðist? Jólagjöf. Áttu þið að gefa hann gjöf eða? Já, ég er með gull, sko. Ég er bara með hérna tusku og bækur og reykjelsi. Ég gef hann bara reykjelsi. En þú, Pétur? Ég veit ekki, ég steinglind þessu. Ég verðum að finna eitthvað á leiðinni bara. Já. Og svo endar hann bara með því að hann fann eitthvað mirru, bara eitthvað gróf það. Þannig gef hann bara og stór ekki að segja henni og setur bara töskuna. Og svo bara komið bara, hérna gullið þitt. Ég svo, og svo var ég komið reykjelsi. Svo kemur hinn bara sérst mirra og svo undir borðið mirra hérna ekki svolítið til hamingju með fæðinguna. Jesú, ekki sæl. Nákvæmlega. Já, þannig var þetta sko. Pottþétt. Ég ætti að endurskrifa þetta allt. Já, Nýja testamentið. Já. Þetta er Nýrra testamentið. Já. Testamentó. Já, nákvæmlega Hvað ertu með mér á þessu blaði? Á þessu blaði? Já. Sko, hér er ég með 2 trúarfélög. Já. Því að minnst þau svona að lemja mikrofónu. Já, ég er brjálaður. Ég má svo mikið hár og skar. Já, þú ert orðin helviti loðin í haustum. Já, mér langar að fá mig möllet. Já, mér hlakar til að sjá. Já, ég bara þorið ekki, sko. Það er nýja tískan, sko. Ég veit að ekki allir með svona. Já. Og svo ætla ég að hafa mottu sem er svona Metallica móti. Já, svona horse shoe, skeifu. Það er svolítið cool, sko. Það er svolítið cool, ég bara þorið ekki, sko. Það ert ekki, jú, þú gerir þetta bara. Já, ég þarf að gera þetta. Já. Strípa hárið og... Nei, ég ætla ekki, ég aldrei aftur í litum. En já, trúarfélög. Já, mér finnst þau vera svolítið shady, sko. Af hverju? Af hverju? Þeir bara setja svolítið að mínum að þið ranga mynd á til dæmis í þessu tilfelli kristna trú. Ég er hérna með Votta Jehóva og svo er ég með Hvítasunnu-kirkjuna. Mér finnst þetta svolítið ekki í lagi, sko. Af hverju ekki? Viltu að ég fari bara beint í þetta núna? Já, af hverju er þetta ekki, af hverju mega þau ekki bara vera félag? Þeir mega það alveg. Já, eru þið að þvinga upp á því trúna? Já. Já, eru þið bara að taka bara biblíuna, bara tróðinu bara í því, bara takk þetta! Já. Þú getur sagt nei. Já, en þeir taka því ekki alltaf, sko. Ekki. En, sko... Voru þið svona, hei Óskar, góði. Góði. Já, ok, hvað? Góði hérna í Hvítasunnu. Nei, takk. Nei, góði. Nei. Koma, verður svo kúlkrakkandi. Ég ætla bara að loka hérna. En já, ok, voru þið að þvinga trú sína upp á þér? Eða hvað? Eða þú veist, þú er lendið í þessu, þeir svona halló, við erum hérna Votta Jehóva, við erum með hérna bækur. Já. Trúir þú á ertu kissból, vá, þeir lítur að liða róslega illa. Hérna, við erum með bók hérna, hei, eitthvað. Já. En og séðan bara tala og bara hætti ekki að tala. En þetta fer miklu lengra, sko. En þetta byrja á hérna, þú veist, meðan kristið fólk trúir að Guð sé faðir, sonur og heilagur andi, þú veist, þríeykið. Þríeykið, já. Nákvæmlega. Þá hérna þeir trúa, sko, eða þú veist, Jehóva er eiginlega pappi Jesú. Já. Og svo fræðis. Þú veist, ok, þú veist, þau vilja hafa þannig, allt í lagi. Við erum búin að segja þess allt í lagi. En hérna kemur það sem er svolítið bara mjög shady, sko. Ef þú ert í Jehóva, þá máttu ekki gefa né taka við blóði, því það er eiginlega svona ultimate syndin. Já. Og sem dæmi, ef að fjölskylda bara pabbi, mamma, barn er að deyja og þarf blóð, þá vilja þau ekki að barnið fái blóð til þess að það lifi af. Og stundum er fólk sem kallast the elders, sem er svona gamalt fólk sem ræður öllu í þessu. Þá koma þeir stundum á staðinn og bara segja, heyrðu, þú veist að þú ert ekki að fara að taka neitt blóð því að það er bara send. Ef þú gerir það, þá fyrir til helvítis. Þannig að bara betra og þetta er bara búið. Já. Og þú veist,
og þeir mega eiginlega ekki tala við okkur og þeir eru eiginlega með smá fordóma gagnvart okkur venjulega fólkinu, gæsalappir og á ensku kallaður okkur worldly person. Við erum veraldlegar manneskjur. Já, bara, við erum bara eitthvað svona eiginlega þeirra orðin bara venjulegt fólk og þeir eru miklu betri en við sko. Já. Og hérna Ég er að koma mér vel fyrir hérna. Og ég var að horfa í dag einmitt á vídeo með Chris Stuckmann sem að er geggjana en byrsi frá því, þá er það klukkutíma langt vídeo þar sem hann talar hvernig hann eða fór úr þessum hópi og þetta er bara mjög disturbing sögur sko. Já, til að þetta er erfitt sko. Já. En ég held að þessi elders þetta er ein stór sko, ein stór hierarkía eða eitthvað, hierarchy. Já. Þannig að elstu fá alltaf eitthvað gett gott. Náttúrulega þú ert þannig að ferði í hópin og þeir selja þetta alveg í döðlu og svo bara þú veist að þú ert komin hérna í level 25 þá færðu fullt á dóti sko. Og þeir eru alveg bara, já, og færðu frí eitt hús og skólagjöldin verða greitt og eitthvað svoleiðis. Svo er þetta bara heila þáttur. Já, endalaust sko. Og trú er bara rosalega mikið þannig. Allar svona öfgatrúa hópar sko. Já, það er bara, ef þú trúir rosalega mikið á eitthvað, þá hefur eitthvað annarkvært heila þvegin eða eitthvað svoleiðis. Það er verið að endurtaka einhverja möndrur, það er verið að endurtaka eitthvað svona. Já. Og náttúrulega að því það þarf alltaf að vera einhver gulrót. Já. Skilurðu, ég held það bara annarkvært gengur dæmið ekki upp. Ég get ekki farið að búa til einhverja trú núna og sagt bara, já þið bara, þetta er bara því þetta er cool. Þið gefur mér allan penningin ykkar og svo þið verið cool. Já. Nákvæmlega. Og ég veit ekki, eins og þú kannski segjum á sér bara aðdáandi einhverjar bara Michael Jackson eða eitthvað sem að var Votta Jehóvi. Já. Segjum að það Votti Jehóva eitthvað. Já. Hann hérna hætti svo í því en svo var einmitt þessi Chris Stuckmann mjög mikill aðdáandi og var í Michael Jackson ból og þá urðu þessir elders rosalega reiðir, tók hann inn í svona herbyggi og þeir taka alltaf yfirleitt einmitt krakka, taka inn í herbyggi og skamma, læsa og svo eru þeir bara, hvað hérna okkur ertu í þessum ból? Og bara, ég veit ekki, bara þetta, ég finnst að lögina skemmtileg. Já, þú veist að hann sko hætti í dóðun okkar og svo bara taka bólinn á honum og hendur hann út og svoleiðis, sko. Hann er bara lendur í svona interrogation. Eiginlega, bara fyrir að vera í einhverjum bara ból sko. Akkur ertu í þessum ból? Þetta er að vinna í jórunni. Þau eru ekki lengur í okkar félagi. Ekki lengur? Já, nei. Voru þeir ekki í því? Nei. Úr þessu, var úr þessu. Ok. Cut off the camera. Já, það er ekki. En síðan er samt rosalega skrítið sko, ef einhver hættir eða er efins hérna trúna, þessa trú, þá kemur einmitt skipun frá hæsta fólkinu að það á bara hunsa manneskjuna alveg og bara forðast að vera í sambandi við hana. Og þú veist, það skiptir ekki máli ef þetta eru foreldræðinir eða vinir eða fjölskylda. Já. Þá bara þú veist, þá bara þú ert bara útskrúðar og það má bara enginn tala við þig basically. Já, þannig að þú vilt koma aftur í dæmið. Já, og það getur tekið sko bara mánuð eða ár bara. Ég vil pældi eitthvað erfitt. Þetta er bara ógeðslegt. Það er bara, þú ert bara lagður, þetta er einelti. Já. Þetta er bara pjúra einelti. Þú bara, þú mátt ekki vera með. Af hverju ekki? Af því að þú trúir ekki á það sem við erum að trúa á. Já. Við erum hægt að tala við þig. En þú ert mamma mín. Já, ég bara vill ekki tala við þig. Já, og bara, þú veist, jafnvel þú búir, þú veist, já, þá bara, þú bara borðar einn og er bara einn og enginn tala við þig. Magnað. Nei, það er ríkalegt, sko. Var ég búin að segja, já, þau eiginlega megi ekki tala við mig og þig. Já. Þau koma, banka hjá þér, reyna að, þú veist. Að selja þér hugmyndina. Já, og ef þú ert ekki, þú veist, að trúa þig, þá bara, þau tala ekki við okkur, sko. Já. Þá við erum ógeðsleg. Já. Við erum vondikallin. Og þau halda alltaf að sé að koma heimsendir. Já. Og hérna, Já, þau halda alltaf að sé að koma heimsendir. Þau halda að kemi heimsendir 1915. Já. En það kom ekki. Hins vegar byrjaði fyrsta heimstyrjöldin
og þau tengdu það rosalega mikið við það. Já, nákvæmlega. Og svo var einhver annar heimsendir og svo ætti að vera heimsendir 1975 en svo gerist ekki þá. Já. Þannig þau eru alltaf að spá að það sé að koma heimsendir og bara fólki sem í þessum söfniði það færi að halda áfram in the afterlife á meðan allir aðrir deyja. Já, ég skil þig. Og þess vegna allir svona hræddir sko. Já. Magna. Hvað segir þú við þessu? Þetta er bara staupa sko. Mér finnst þetta svolítið shady sko. Þetta er bara félag. Þetta er bara allir að vera cool og leifa ekki öðrum að vera cool að þeir ekki bara trúa á saman þeir. Já. Þetta er bara, ég held að vísindakirkjan sé alveg eins eða svipuð. Já, alveg rétt. Og það er alveg samfélag sem eru svipuð eins og Amish fólk. Já. Er það ekki eitthvað sem lifir bara svona í fortíðinni basically? Jú, þetta trúir ekki á rafmagn sko. Það er alveg til rafmagn og þau hafa alveg eitthvað svo rafmagnslínur og svo fara þeir sko, fá leyfi bara gera eitthvað rúspringar eitthvað heitir það, ég veit það ekki og þá fáu þau að fara í samfélagið, nútíma samfélagið og mega taka ákvörðin hvort þau vilja halda áfram með því eða koma aftur í Amish umhverfið. Já, ok. Flestum tilfellum þá halda þau áfram í Amish umhverfinu því að þau þekkja ekkert annað en eru búin að djamma af sér raskatið í einhverja 7 daga eða eitthvað og eru bara á fullu og annarkvort þau eru að fara í það en það hafa verið margar sko sögur að fólk sem hefur gert það hafi endað illa í því, skilur við. Að fara aftur tilbaka? Nei, að halda áfram í nútíma samfélagi. Já, ok, hvað er það? Bara að þetta er náttúrulega svo mikið sjokk, svo mikið menningamunur að þau fara bara þau hafa ekkert bakland. Nei, til dæmis, ok, þú fær bara í kasta á því 100 skall bara þú fær 100 skall, fær viku og svo þetta ákveða hvort það ætlar að vera áfram eða ekki. Þú ok, bara fyrir að djamma fyrir 100 skall, búin að klára peningin og svo bara, ég ætla bara að vera áfram bara, þetta var geðið gaman og ég ætla að halda því áfram og svo bara, þú ert ekki með neitt. Já. Og er búin með allt, skilur við. Peningurinn er farin. Verður bara heimilislaus eða eitthvað. Verður bara, þú hefur ekkert til þess að gera, þannig að flest allir vilja vera áfram með fjölskyldu sinni og það sem þeim þekkir kynntist auðvitað einhverju fólki og sumir eru eflaust hafa lifað það vel og eflaust, ég þekki það ekki nóg en ég sá einhverja heimildaþætti úlinga krakka, þetta er eitthvað, þau verða eitthvað ákveðin gömul og þá fá þau að gera þetta springar, þannig eitthvað og þá fóru flest öll tilbaka bara, ég man ekki hver ástæðan var en þetta var bara það sem þekktu og lífið var miklu einfaldara, þau voru svolítið overwhelmed af öllu. Já, mega sens en maður er bara í lifandi, þú veist, árið 1900 eða eitthvað þannig samfélagi. Þannig að veist, þú ert vanur einhver ákveðnu og vilt halda áfram verið í því. En þetta er sumir hlutir hættulegir og maður, þegar þú ert sérstaklega fæddur inn í umhverfið þekkir ekkert annað nákvæmlega. Þá er það svolítið erfitt að vita af hinu algjörlega sko. Mér finnst bara, og þetta í rauninni gildir bara með allt ef eitthvað fer í öfgar saman hvað það ef þú borðar mikið popcorn þá, þú veist, það er ekkert gott sko. Nei, það er ekki gott að borða mikið popcorn. Nei. En það er allt gott í hófi sko. Það er allt gott í hófi. En síðan einmitt votta ég hófi. Já. Ég svo var ég líka sko, ég þekki svolítið til Hvítasunnunar því að ég bjó í þorpi sem að var svona Hvítasunnu þorp basically. Já, það var svolítið þannig, það var svolítið Hvítasunnu dæmi. Já. Og það voru allir í þessu nema ég, mamma og pabbi sem var svona alltaf leið, þú veist. En ég svona varð vitna á mörgu svona crazy dótið þarna á þessum stað. Við náttúrulega vitum að það er enga fermingar sem að mér finnst áhugavert. Ég held að sé gert eitthvað svipað bara svo að þeim finnst þau ekki vera út undan en það er engin svona stór veisla en eitt svo leiðis. Nei. Ég man mjög mikið eftir þegar Pokémon kom í söguna. Já. Þá eiginlega trilltist allur staðurinn því að allir voru samfærir að
Pokémonar væri djöflar Já, og nöfnin á Pokémonum væri nöfn á alveg djöflum í helviti já, og ég er með dæmi hérna. Þetta eru 2 Pokémonar, snáka Pokémonar úr fyrsta generation já, af Pokémon. já. Þessi Pokémonar heita Ekans og Arbok. Já, sem er aftur að baka Snake og Cobra. Akkurat. Já. Og þarna basically afsunum við bara á 3 sekundum. Ég er bara I know my Pokémons. Nákvæmlega. Það er fyrstu generation, ég veit ekkert meira en það. Þetta var mjög einfalt eða viðunkrakkar. Það var bara eitthvað 150 gurur eða eitthvað. Það nú er þetta allt og mikið, sko. Ég held að sé bara detta í 1000, sko. Af hverju gátu ekki bara haldið áfram bara með þetta og unni með það. En já. Já, áslutið sérstætt og hérna það leiti út í það að fólk á þessum stað það fór bara með sjónvarpið sitt á ruslaugana og hendi Já. bara út af því að hérna þú veist, þau vildi ekki að börnin sín myndu verða exposed og sjá þessa svakalegu djöfla. Þessa djöfla. Djöfla Pokémona maður. Samt Yu-Gi-Oh er alveg hræðilega. Já, það er ekki. Jú. Einhverjir skrýtnir bókstala djöfla sem komu upp úr spilum og eitthvað. Já. Já. Það var skeri, sko. Það greið alltaf læg. Já, nei, þetta er bara sko, ef maður pælir í þannig og segjum Óskar, þú átt enga vini. Já. Bara engan að og búin að vera eiga svolítið bátt og erfitt og þarna er fólk sem bara býður þig velkomin. Já, já. Bara, Óskar, bara, þú ert alltaf velkomin að vera hjá okkur. Og þá bara, þú vilt vera samþyktur inn í samfélagið, alveg saman hvar sem þú ert. Já, já. Og bara eins og ef þú líður ekki vel í vinnunni eða eitthvað svo þá ert ekki þarna. Nei. Og ef að enginn kæmi til þín, bara Óskar, bara, þú ert bara ekki boðinn. Bara, þá þarf það að finna þér eitthvað annað og þarna er bara fólk sem hefur bara fundið verið velkomið. Já, já. Og bara halda því áfram. Og svo er bara, það er alltaf einhver leiðtogi, alveg sama hvar þú lítur. Já. Og leiðtogin bara segir bara, herri, Pokémonar, nepp. og þó leiðtogin, hann geti vel verið að hans hafi verið bara annars þar að. Bara fundist þetta, bara hún leið bara þannig að Pokémonar voru vondir. Já. Og eflaust hefur þessi leiðtogi einhver völd. Ó já, hann hefur völd. Já. Maður það ekki til hans líka, sko. Já, það. Já. Russalegu kall. Já, ok. En hann hefur völd og segir bara þetta er ekki lagi. Við leifum þetta ekki fyrir okkar börn. Og annarkvort ertu fylgjandi eftir leiðtogiðin eða útskúfaður, skilur. Já. Þá missur alla vinniðina, þarf að byrja upp á nýtt. Það er bara, þegar þú ert fertugur og átt ekki neitt ekki neitt til að tala við. Þá er rosalega erfitt að finna einhvern nýjan, sko. Nákvæmlega, það er bara rosalega erfitt. Það meira sem það er bara erfitt á okkar aldrei, sko. Það er bara að vera erfiður og erfiðara. Já. Ef þú ert ekki tilrekki nínum eða nínum samfélagi, þá er þetta bara erfitt. Algjörlega, sko. Þannig að ég skil alveg af hverju að vera með, skilur við. En maður þarf að passa sig á, það þarf að vera svolítið lýðræði. Já. Í svona ákvarðantöku. Og ég meina, náttúrulega í dag er ekki alveg allir svona klikkaðir, sko. Þetta Nei. var, sko, ennþá meira crazy í gamla dag, sko. Pabbi minn mátti ekki hlusta á barnaefni í útvarpinu. Út af því að jólasveinninn var djöfull eða eitthvað. Já, það. Já. Og ég er með fleiri sögur, sko. Já, þarft ekki að segja þær allar, sko, en Það er þetta svona leiðinlegt. Nei. Nei. Nei, ég er með smá meira. Bara smá. Bara smá. Bara ping-pongs. Þegar Óskar var að verða unglingur, Já. þá uppgötaði hann hérna hljómsveit sem að hét Kiss. Já. Og þeir gerða hana þessum skemmtilega strák sem hann er í dag. Og hérna og það setti þorpið alveg á hvolf. Alveg á hvolf. Allir bara, guð minn, amatör, blei og eitthvað. Já. Og þú veist, það var predikað mig bara, heyrðu, veistu ekki hvað þeir standa fyrir? Og ég bara, nei, þeir standa fyrir Knights in Satan's Service. Og það bara, til það er cool. Og síðan einhvern tíma var ég að horfa á tónleika með þeim og þeir sem þekki ekki til þeirra, þá alltaf í sjóinu, þá tekur Gene Simmons svona bassasóló
og þá kemur geð mikið myrkur og græn ljós eitthvað og svo byrtist hann og hann fer að æla blóð út allt. Já, nákvæmlega, bara venjuleg 5 dagur. Venjuleg 5 dagur, hjá 60 manni. Það beiti tunguna og glitsaði kerfið. Já, og svo kemur einhver manneskja sem í þessu safni, sér mig horfa á þetta og hann bara, já þér hlýtur að líða rosalega illa. Ég bara, þú sagði því rauninni ekki neitt, en ég hugsa bara, nei, mér líður helviti vel bara. Líður ágætlega vel bara. Já, mér ágætlega vel bara. Já. En ég meina, þú veist, you do you, skilur, þú veist, ef að þú vilt trúa þessu, þá bara trúir þessu og... Já, þú veist, númer 1, 2 og 3, maður á ekki að þvinga skoðanir sínar á aðra. Nei. Bara ef að þú trúir þessu og líður vel og þá bara gerur það í þínum frítíma. Já. Og ég á ekkert að þurfa að setja mínar skoðanir onna þig og svoleiðis. Þannig að það þarf að passa þetta svolítið, þetta boundaries. Já, mér bara finnst að allir eiga að vera sáttir. Allir vera vinir. Þú veist, ég genuinely vil bara að öllum í heiminum líði vel. Já. Allir bara eiga að vera vinir og vera vinir. Já, nákvæmlega. En ég fór rosalega mikið að pæli líka eins og trúin, þetta rock and roll dæmi. Já. Þegar allir voru bara þetta er Satan, bla bla bla, djöfladyrkendur og bla 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 og svo maður hlustar á gamla rock and rollið sko, þá er þetta ekkert eitthvað djúpt eða svona hart eins og Kiss var mjög hart á þeim tíma þegar þeir komu sko, en síðan eru komnir eitthvað núna sem er bara hljómar eins og djöfullin sé að kalla á þig sko. Já, nákvæmlega og bara þetta öskur og læti sleipinútur og svoleiðis en það er alveg góða hljómsveitur og flott að fólk hlusti á þetta og fíla þetta, það er alveg gaman. Já. Og ég hef ekkert á móti því en allir hafa sinn smekk. Já, ég meina, þú veist, ég hef rosalega gaman að, þú veist, teknotónlist og fara inn í bæ og dansa og alls konar svoleiði, skilur sko, út frá því að ég var að tala áðan að ég vilji allir séu vinir og vinur okkar er gyðingur sem er með hitt podcastið, hlaðvarpið. Já, við eigum vin sem er gyðingur. Já, hann trúur ekkert og hann er trúlaus í dag held ég. Ég held að líka, þú veist, og það er bara frábært. Bara. Nei, þú sagði þú veist. Já. Wow. Þú sagði 3 sem þú veist í þessari setningu. Oh my god. Og við meðum ekki vera að pæla í þessu en nei. Þetta er auðvitað dæmi. Já. Trú er rosalegt stórt tæki og getur verið bara mjög hættulegt. Já. Og þetta er tól og þetta er tæki og að trúa er gott. Það er ekkert að því að trúa. Alls ekki. Og það á ekkert að skamma einn eða neitt að hann trúi þessu eða hinnu eða svoleiðis. Nei, ég meina einu sinni lendi ég á spjalli við djöfladýrkanda og mér fannst það bara mjög áhugaður pæling því að djöfladýrkun er í rauninni ekki að dýrka Satan, ekki við beint sko. Það er meira bara að trúa sjálfan sig. Ok. Já, ég alveg talað sko. Og alltaf. Þú veist, djöfla biblían, ég hef ekki kynnt mér þetta það mikið. Núna verð ég, þú veist. Djöfla biblían. Ég hef bara djöfla bókin. Krossfæstur á 50 daginn sko. Já. En hún er bara fjallar það að trúa á sjálfan sig. Já. Og þú veist, það er líka bara ekki vera vondur og bara ekki vera með vesen. Verður bara góðu gauði sko. Það er bara númer 1, 2 og 3. Já. Að vera góðu gauði. Eins og Satan segir. Hefur ekki séð þannig að Lucifer þættina á Netflix? Hann er bara legit góðu gæi. Satan segir bráðum koma veileg jól. Vá, nei, þetta má ekki sko. Þetta má ekki. Erum við komnir að hála ís? Já, við erum að hála ís. En það er bara, það er bara trúðu þess að þú vilt trúa og ef þú vilt trúa á hrossaskít þá trúur og það. Já. Vertu bara hamingjusamur. Vertu bara númer 1, 2 og 3. Vertu hamingjusamur. Ef þú ert ekki hamingjusamur þá þarftu að finna þér eitthvað að gera. Já, nákvæmlega. Þannig að ég held að við sem bara komum með góðan punkt. Já, gott að enda þetta hér.
gott að enda þetta hér áður við fyrir lengra með þetta, við getum talað þetta endalust. Já. Óskar, Já. næstu viku, hvað ætlum við að tala um þá? Í næstu viku? Já. Í næstu viku ætlum við að tala pólitík. Já, við ætlum að tala um pólitík. Úr einu í annað. Íslenska pólitík. Við veitum, allavega ég veit allt pólitík. Pólitík. Já, pólitík. Já. Ég bestur í pólitík. Já, ég bara afburðar hæfileikaríkur einstaklingur pólitík. Já, það ekki? Jú. Já, ég vissi það. Já, ég bara pólitíkus. Já. En þannig að mér langar bara að þakka ykkur fyrir að hlusta. Já, og ég vil minna á Facebook, Instagram og TikTok og endilega skilja þetta skilabóð og taki þátt í umræðinni í næstu viku og segja ykkar skoðunum, bara tala þetta er náttúrulega, það ekki það að segja sín skoðunum pólitík, ég veit það ekki. Nei, bara hvað maður að segja, bara að mjög pólitík bara umleg, þetta er umlegt en ríkisstjórnin í dag, ég veit ekki hvað að gera. Nákvæmlega. Þetta er einmitt það sem við viljum heyra. Að hvað ykkur finnst pólitík. Já, hvað finnst ykkur Davíð Oddsson, hvað hann er að gera í dag og hann er allur í sjálfstæðimenn. Já, hann er náttúrulega í sjálfstæðimenn og er búin að standa sig þó nokkuð vel að vera að gefa út Morgunblaðið. Já, hann er bara búin að vera í þessu í 30 ár. Já, í Morgunblaðinu. Já. Hann er í Morgunblaðinu. Bjóti Kasjun og upp á hæði þetta og eitthvað. En já, 72-20-25 endilega skilja skilabóð annarkvort pólitík eða bara hittu þetta. Beatbox, ég er alltaf býðið í. Já, vá, hætt að taka þér hringin. Ég er fiktari, hvað getur sagt? Á maður að taka, nei. Takk, bye. Bye.